gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin að ræða frelsisfley Gretu Thunberg er Arndís Anna. Kristínardóttir Gunnarsdóttir, verður velkomin. Takk fyrir. Heyrðu, það hefur svona dreyti tíðinda í dag. Greta Thunberg er á leiðinni til Svíþjóðar og það er svona, já, fyrir þau sem kannski ekki vita þá er þetta frelsisfley, Freedom Flotilla, svona einhvers konar skúta sem var útbúin með hjálpargögnum og var á leið til Gaza og var komin aðeins langt. Þau voru handsumuð á höfnin og svona stöðuð af Ísraels her, hneppt í varðhald og færði yfirheyrslur í Ísrael. En nú hefur Greta tekið ákvörðun að fara heim en restin af áhöfninni ekki. Þú fylgst með þessu? Já, heldur betur. Fylgst með þessu og það vita það kannski ekki allir að Freedom Flotilla er náttúrulega meir en eitt lítill bátur, það er heill floti sem að hefur verið starfandi í rauninni síðan 2010. Þetta er ekki fyrsta skipti sem að það er gerð þessi, hvað var að segja, tilraun til þess að rjúfa þetta hafnbann sem að Ísrael hefur haldið uppi ólöglega núna áratugaskeið, nú bara ekki að segja annað. En þetta skip heitir náttúrulega Madlín. Já, Madlín. Eftir palestískri, eftir sjókonu af Gaza sem ég þótti sérstaklega fallegt. En jú, ég fylgst með þessu og það er auðvitað þannig, ég er náttúrulega sjálf sérhæfð í mannréttindum og mannúðarrétti sem er náttúrulega hluti af þjóðarétti og þarna kemur þetta allt til skoðunar í rauninni og í rauninni þetta allar spurningar sem að koma upp í tengslu við meira og minna allt sem Ísrael gerir er ákaflega áhugavert út frá þjóðréttarlegu sjónarhorni. Þarna þurftum við sem svona höfum kannski fylgst með þessu til lengri tíma, ekkert að rjúka til og googla til þess að greina svona kannski helstu atriðin í stöðinni þar sem þetta hefur gerst áður. Árið 2010 var stöðvað skip sem á voru fyrst og fremst tyrkneskir ríkisborgarar og það var fullt af fólki myrt. Og í kjölfari var gefin út ákveðin skýrsla sem Ísrael til dæmis styðst við enn í dag í rauninni til þess að verja þetta hafnbann, svokölluð Palmer-skýrsla, en hún skýrslan, henni var ekki ætlað að vera einhver lögfræðileg úttekt, hún snerist meira einhvers konar sáttamiðlun, en í skýrslunni sem hefur verið gagnrýnt af sérfræðingum í þjóðarétti í rauninni komist að þeirri niðurstöðu að hafnbannið sé löglegt sem að Ísrael heldur uppi við Gaza, sem sem sagt í rauninni bara bann við komu allra skipa og báta að höfninni því að Gaza liggur við sjó. En þetta hefur verið mjög gagnrýnt vegna þess að þær reglur sem gilda hafnbann, það er mjög erfitt að í rauninni halda því fram að þær eigi við, að þau skilyrði séu uppfyllt þarna, nema bara að mjög takmörkuðu leyti. Það er sem sagt þannig, þetta er allt mjög flókið og þú stoppar með að Já, nei, ég er bara þú heldur áhverjum þessi farnir að sóna eitthvað út, að það er þannig nefnilega, við auðvitað þekkjum öll svona grundvallar, við erum held ég vonandi farin að þekkja þessi grundvallar mannréttindi sem gilda í heiminum og annað. Mikið af þeim mannréttindasamningum sem eru til, þeir eru með þetta kafi að þeir gilda ekki eða ekki nema hluta í vopnuðum átökum í stríði. Þá er kannski freistandi að halda þá gildingareglur og það gildingareglur í stríði en það eru þetta alls ekki þannig. Og það sem er kallað mannúðarréttur eða stundu kallað stríðsréttur eða lög í vopnuðum átökum eru þau lög, sá lagarammi sem að virkjast í vopnuðum átökum. Það er svolítið ólíkt hvað gildir í svona innanlandsátökum og síðan í átökum á milli ríkja og þetta verður einmitt líka áhugavert þegar við erum að tala Ísrael og Palestínu vegna þess að við erum með í rauninni allar spurningarnar uppi þarna Þannig að það er þetta mjög
áhugavert og vinsælt rannsóknarefni í þjóðarétti. En það sem að sko þessar reglur segja, þess að mannúðarrétturinn, stríðsrétturinn, hann mjög skýr það að það ekki heimilt hvorki að ráðast á almenna borgara, né að líta á þá sem einhvers konar eðlileg afföll, heldur sko það í rauninni í mjög þröngum undantekningatilvikum sem að það ekki hreinlega talið stríðsglæpur að myrða almenna borgara, þó ekki sé nema bara með sko hirðuleysi, bara með því að passa ekki að vera nákvæmur, svoleiðis. Og það líka stríðsglæpur og það brot á þessum lögum að stöðva mannúðarbirgðir, neyðarbirgðir, mat, nauðsynjar, hjálpagögn, lyf, læknisaðstoð og þetta rosalega skýrt brot á þjóðarétti og engin leið í rauninni að halda öðru fram. Það sem að Ísrael hefur verið að gera, sem að reyndar ekkit óalgengt að svona hernaðarlega valdamikil ríki geri í þjóðarétti, það að skilgreina forsendurnar svolítið öðruvísi en kannski raunveruleikinn og líkt og til dæmis Bandaríkin gerðu þegar þau lýstu yfir stríði gegn hryðjuverkum. Akkurat. War on Terror. Það var gert meðal annars til þess að réttlæta pyntingabúðir sem þau voru með Guantanamo Bay og fleiri staði þar sem að stríðsfangar voru pyntaðir, en það má heldur ekki pynta fólk. Það má aldrei. Ekki heldur til að fá það til að játa og það má ekki í samkvæmt neinum alþjóðalögum, en þau Bandaríkin notuðu þetta, War on Terror, það væri stríðsástand, til þess að réttlæta það að taka í rauninni almenn mannréttindi og ákveðnar almennar reglur úr sambandi. Það sem Ísrael hefur gert að skilgreina Hamas með í rauninni eftir eigin geðþótta og það hefur komið fram í máli ráðamanna í Ísrael að þau líti á alla sem styðji Hamas sem lögmæt skotmörk. Það bara ekki þannig. Það bara ekki löglegt og það ekki þannig sem stríðsréttur virkar. Og það meira að segja þannig að í stríðsrétti þau sem eru að taka beina þátt í átökunum, sem eru þessi lögun alltaf saman í kringum vígvöllin og hermenn á vígvellinum sem eru hérna Tindadarnir, tvölið, ef þeir leggja niður vopn í miðri árás eða miðjum átökum, þá má ekki drepa þá. Það má taka þá fasta, stríðsfanga, en það þarf að fara vel með þá. Þannig að þessar reglur, þær allar mjög lógískar. Þær eru þannig að þú hefur rétt á að verja sjálfan þig gegn því að vera drepinn, þú hefur rétt á því að verja þitt, en þú hefur ekki rétt á því að ráðast á fólk sem ekkert að taka þátt í stríðinu og það skiptir ekki máli hvað skoðanir fólk hefur. Það ekki þannig að maður verði þáttakandi í hernaðarátökum með því að lýsa yfir stuðningi yfir hinn eða þennan. Já, svona við einmitt. Þessu utan þá auðvitað nær Hamas völdum á Gaza alls ekkert með neitt sérstaklega lýðræðislegum aðferðum. Og hvernig ætlar að skilgreina þetta allt saman. Þannig að það það sem þau gera og þannig réttlætaðu þetta. Og í rauninni skilgreina til dæmis heilbrigðisstarfsfólk á Gaza sem Hamas. Yfirmenn spítala og annað. Og já, þarna var nú einhver maður sem hann var hann inni, einhver læknir sem hefur lýst yfir stuðningi við Hamas eða tengdur Hamas. Ég varst nú ekki með, þú þurfir að vera tengdur Hamas til þess að geta orðið yfirmaður einhver spítala í ríki þar sem að þú ert í rauninni með sko vald sem að viðhaldið með ofbeldi. En það gefur þau samt ekki rétt til að sprengja spítalan sko. Þannig að þau að leika sér svolítið með þessi hugtök. Ég held að það sé ekkert sko, ef við bara horfum beint á lögin og löggjöfuna þá ekkert mikill vafi á því að þetta er ólöglegt. Það sem Ísrael gerir þarna að þau stoppa flegið, Madlín í alþjóðlegu svæði sem þau mættu gera ef Madlín væri með hernaðargögn og væri að stefna lóðbeint að Gaza, hersvæðinu, til þess að koma með vopn. Þá mættu þau það. En það alveg á tæru að svo var ekki og Madlín fer í gegnum tollskoðun áður en að fer af stað og ég veit svo sem ekki til þess að því að vera haldið fram að þau beri vopn, en þau mega, Ísrael vill meina að þú meir ekki koma með hjálpagögn til Hamas. En hvað Hamas?
og nei, það má alltaf koma með hjálpagögn. Þannig að þetta svona, það verið að leika sér svolítið að þessu. Ég velti því stundu fyrir mér, sko, hvað það er mikið verið að hafa ofana fyrir okkur að þræta lögmæti fram og tilbaka þegar þetta svona borðleggjandi. Og við vitum þá, við sjáum það ástæðan fyrir því að önnur ríki bregðast ekki við, eins og til dæmis Bretland. Nú sigldi Madeleine undir breskum fána. Almennt þurfa skip að vera með einhvern fána. Hann getur í ákveðnum tilvikum verið hlutlaus, en það þarf að vera einhver fáni. Það þarf einhver að bera ábyrgð á þessu skipi. Og Madeleine komst ekki úr höfn fyrir en það var einhver búinn að segja, ok, þið fáið okkar fána. Ástæðan fyrir því að Bretland bregst ekki við og einmitt þau ríki sem þessi einstaklingar eru ríkisborgarar, það er Frakkland og það er Svíþjóð, eru pólitískar. Það eru pólitískar ástæður fyrir því. Það eru ekki lagalegar ástæður. Það er ekki vegna þess að það leiki svo ótrúlega lagalegu vafi á því hvort að Ísrael hafi mátt gera þetta. Þau gefa út yfirlýsingar í hvoru áttina, nema Bretland sagði, já, þau verða að hleypa mannúðaraðstoð að. Með því eru þau að segja, þetta var ólöglegt. Já. En þau bregðast ekki við og hvers vegna er það? Það er vegna þess að náttúrulega í þjóðarétti eru þau tæki sem að við höfum til þess að bregðast við. Það er engin þjóðaréttar lögregla, það er engin, og alþjóða dómstólarnir sem að við höfum, þeir hafa óskaplega takmörku tæki til þess að framfylgja sínum dómum. Þannig að þetta eru þetta bara pólitísk staða, þannig að við getum alveg komist að þeirri niðurstöðu sem að hverjum sýnist, sko, en það sem þegar upp er staðið, þá er þetta er það sem er alvarlegast við þetta er að það skuli ekki vera brugðist við. En hvað, sko, nú veltum við öll fyrir okkur, bara hvaða þýðingur hefur það eiginlega að hafa þessu lög? Ef að það er svona auðvelt fyrir valdamiklu ríki, hernaríki, að bara gera það sem þeim sýnist? Það getur ímyndar að maður spyrir sig þessari spurningar þegar maður er að sérhæfa sig í þjóðarétti og mannréttindum og öllu þessu sem að virðist einhvern veginn stundum vera til skrauts. En mér finnst ágætt að ímynda mér stundum að þetta væri ekki þarna. Og við værum bara öll sammála um það að það giltu bara einhver frumskólamál. Ég held að það myndi breyta heilmiklu. Ég held að þetta skipti máli og sko þegar upp er staðið og það er alltaf svona blendna tilfinningar þegar maður sér ríki reyna að réttlæta aðgerðir sínar með vísan til alþjóðalaga. Í því felst ákveðin viðurkenning á þeim lögum. En auðvitað er það þannig þegar uppi staðið að lög eru rauninni takmarkast við það að þeim sé framfylgt og það sé borin virðing fyrir þeim. Ég held að það skipti máli til þess að staðfesta fyrir fólki út í heimi að tilfinning þeirra sé rétt að þetta sé eitthvað skrítið í gangi þarna. Með þessum lögum verða líka til aðilar sem að hafa svona það hlutverk, einhvers konar hlutlaust hlutverk við að rannsaka hlutina, komast að einhverju niðurstöðu. Já, ég held að það sé í rauninni svolítið svoleiðis, sko, og ég held að það sé ósvalega mikilvægt að við gefumst ekki upp í því að halda uppi lögum og virðingu við þau og það er einmitt, sko, við hefum lagt áherslu á þetta líka til dæmis bara í tengslu við yfirlýsingar íslenskra stjórnvalda sem pínulítið ríki eru við, og við erum ekki með hervald, getum ekki beitt ofbeldi til þess að ná okkar fram, þó við höfum sannarlega gert það í þorskastríðinu, það er reyndar var svo sem uppafið að held ég mjög mikilvægum reglum í hafrétti að þá sko okkar tilvist í rauninni, okkar öryggi í rauninni, allt okkar veltur á því að borin sé virðing fyrir alþjóðalögum. Þess vegna skiptir svo miklu máli að ríki eins og Ísland sko tali og bregðist við þegar að það er verið að virða alþjóðalög að vettugi þó að það snert okkur ekki beint. Hvernig finnst þér íslensk stjórnvöld hafa brugðist við? Finnst þér aðeins hafa skánað? Já, fullnægjandi hætti upp á einmitt þetta að gera? Sko, ég held ég skilji dilemmuna. Sko, fyrir mitt leyti þá myndi ég segja nei. Ég held að Ísland við höfum miklu sterkari rödd en við gerum okkur grein fyrir. Við njótum talsverða virðingar á alþjóðavettvangi og í alþjóðlegu samstarfi. Og ég hef fundið það sjálf takandi þátt í alþjóðasamstarfi bæði á vegum stjórnvalda, ég hef unnið í ráðuneyti, á vegum Rauða krossins, á vegum Alþingis,
að það alveg hlustað á okkur þó við séum ekkit rosalega mörg. Það ekkit alltaf bara hausatalningin sem að ræður. Ég held við gætum sko gert miklu meira af því að hafa frumkvæði. Hafa frumkvæði að því sem að við teljum vera rétt, lagalega og pólitískt og hvað annað maður vill með við sko. Og ég held að við vanmetum. Ég held við vanmetum svolítið gildi þess sem að við segjum og gerum. Af því við erum auðvitað alltaf mér finnst alveg leiðilegt að sjá stjórnvöld alltaf vera að tala við gerum það sem hinríkin gera, við gerum það sem Norðurlöndin gera, við gerum það sem að Evrópusambandi gerir, án þess að við séum að ræða sko af hverju í fyrsta lagi, af því að það hlýtur að þurfa að vera forsenda. Við gerum eins og Norðurlöndin gera vegna þess að við teljum Norðurlöndin vera á réttri leið. Það þarf alltaf að vera þar. Við erum svolítið búin að gleyma því. Við erum líka eina af Norðurlöndunum, við erum eina af Evrópuríkjum og frumkvæði verður að koma eitthvað stað frá. Ég held við gætum tekið miklu meira frumkvæði, en svo líka auðvitað gleymist líka í þessu, auðvitað ekkit afstæðan eins í öllum þessum ríkjum. Þannig að við ætlum að gera eins og allir hinir sem eru svo ekkert sammála, segir í sjálfu sér ekki neitt. Mér finnst það vera, mér finnst leiðilegt hvað sú stefna að elta önnur ríki orðin einhvern veginn viðurkennd sem svo sjálfsögðu að þurfi ekki að rökstyðja hana. Af því auðvitað eigum við að gera, við eigum að herma eftir það sem vel. En við viljum kannski ekki hvað ef það verða bara allt í einu stjórnvöld á Norðurlöndum eða öðru ríkjum sem að við samsómum okkur ekki með. Ætlum við samt að halda áfram að fylgja þeim. Við þurfum alltaf að vita af hverju við erum að herma eftir eða af hverju við erum ekki að segja eitthvað annað eða bara hreinlega að reyna komast að því hvers vegna það ekki gengið lengra á annað sko. Þannig ég held við getum gert meira en ég samt sko ég skil alveg þetta sé snúið líka vegna þess að diplomatísk samskipti eru ekkert annað en mannleg samskipti og það bara svona eins og í samtali við fólk að það þarf maður að kunna að hlusta og maður þarf að kunna að segja að gera hlutina einhvern veginn í samstarfi og ekki bara berja alltaf nefn í borðið og heimta það sem að manni sjálfum finnst sko. Þannig að þetta snúið og mér finnst núverandi ríkisstjórn ég ætla alveg að segja það, hún alveg komið mér ánægilega óvart með margt en ég held við gætum alveg gert miklu meira. En kannski aftur að Madlín nú eru þetta fólk sem sagt áhöfnin, nú eru þau í haldi sko, hvernig myndum við skilgreina? Eru þau þá pólitískir fangar? Eru þau stríðsfangar? Það það sem auðvitað bara mjög óljóst og sko það bara mjög áhugavert. Ég hef ekki séð það skilgreint neins staðar. Mér sýnist sko og líka fyrir ekki að grip fram í fyrir þér og ef þau væru skilgreindir sem stríðsfangar væri það þá stríðsyfirlýsing gagnvart öllum þeim þjóðum sem eru þau þá orðnir óvinir. Þetta nefnilega mjög áhugavert sko og ég var svona kannski einmitt að skima eftir því sko á hvaða forsendum, ég var einmitt að velta þessu fyrir mig á hvaða forsendum gætu þau haldið þeim. Nú kom yfirlýsing frá Gretu Thunberg í morgun í gegnum lagfræðinga. Það verður að játast að orðalagi yfirlýsingarinnar hljómar ekkert mikið eins og svona orðalagi sem að Greta Thunberg hefur tamið sér, þannig að maður gerir ráð fyrir að það sé kannski búið að setja það inn í einhvern ramma sem að þjónar einhverjum tilgangi sko. En þar kemur fram, þar segir í yfirlýsingunni að hún telji sig gera meira gagn heima heldur en að vera í haldi í marga vikur í Ísrael. Og ég fór einmitt að hugsa hvaða lagagrundvöld telja þau sig hafa til þess að hafa þau í haldi. Þau náttúrulega draga skipið inn til Ísrael. Þau náttúrulega komin á ísraelska grund. En þau eru sótt á alþjóðlegt svæði. Þetta allt ótrúlega vafasamt svo ekki sé sko fastara orðið kveðið. En ég svolítið spennt að sjá hvernig þau myndu rökstyðja það. Og nú eru þau náttúrulega nokkur eftir þarna. Sem að verða greinlega í haldið eða leitt fyrir dómara. Og þetta eru Frakki og Brasilíumaður og það eru englendingar. Sem margir Frakkar þarna. Og það einn sko evrópskur diplomati einmitt líka. Já, þannig að þetta og það eru auðvitað ekki tilviljun sko. Auðvitað fer þetta fólk vegna þess að það eru VIP jarðbúar
sem það hefur ákveðin lagaleg áhrif hver þau eru og það skiptir máli og þetta skiptir allt máli og ég held að það sé margt sko, það er svo margt mikilvægt að gerast þarna sem að kannski kemur ekkert í ljós alveg strax það er þetta í öllum þessum löndum er gríðilega mikil mótmæli hjá almenningi og almenningur náttúrulega bara að rísa upp allstaðar að því að stjórnvöld eru einhvern veginn illa í stakk búin til þess að bregðast við þessum aðstæðum og þessu öllu. Mér fannst svolítið skrítið að sjá Svíþjóð, ég sá yfirlýsingu frá sænskum yfirvöldum sem sagði sko já þau fengu viðvörun og þau fóru þarna á eigin áhættu og eitthvað annað slíkt sem að mér fannst skrítið vegna þess að þá ert að tala eins og þetta snúist þessa einstaklinga en ekki það að sko þín ríkisborgari sé handtekinn á alþjóðlegu svæði sko svona þjóðréttarlegar spurningar. Tók svolítið undir með ísraelskum yfirvöldum sem að já, og virðast bara einhvern veginn horfa fram hjá lögunum, lagalegri stöðu sem að rosa skrítið sko en ég veit ekki alveg hvað er að gerast þar sko. Þessi ríki eru mjög hrætt við að bregðast við og ég held að það sé kannski fyrst og fremst vegna þess að Ísrael nýtur auðvitað ótvíræða stuðnings Bandaríkjanna og Bandaríkin eru eitt valdamesta ríki heims og þessi þjóðleiðtogar eru eflaust að vega og meta hvað gerist ef við förum upp á móti og hvað við missum þá Ísrael, við missum Bandaríkin, við missum hitt og þetta og þannig ekki svo Bandaríkin séu mér sérstaklega ábyrga stjórn eins og staðan og að það sé endilega svo fyrirsjáanlegt hver þeirra viðbröð eru við hlutunum þannig að sko það auðvitað bara mjög mikill ótti og óöryggi allstaðar og ég held að það sé nú skýringin á þessu öllu saman en það frá þjóðréttarlegu sjónarhorni alveg stórundarlegt að þessi ríki skuli ekki vera brjáluð sko, vera búin að bregðast einhvern veginn við með miklu sterkari hætti en þjóðréttur auðvitað mjög pólitískur. Þetta snýst í rauninni fyrst og fremst pólitík. Nú eru þau í haldi í Ísrael og ég meina og þau eru svona þetta næsta landlaus í rauninni af því að það hefur ekkert ríki svona stigið fram og staðið með sínum einstaklingum. Hvernig, sko hvaða lög eiga við þá akkurat núna? Núna eru þau á ísraelskri grundu í ísraelskum fangelsum og haldið þar í einhverjum klefum sem þau mega ekki talast við og einu samskiptin þeirra við heiminn í gegnum einhverju lögmenn. Og hversu lengi hægt að halda þeim svona? Ég meina hvað... Þetta nefnilega svo áhugavert vegna þess að hversu oft gerist það að ríki fer og sækir borgar einhvers annars land eitthvað annað, dregur það inn á sitt svæði, inn í sína lögsögu og ætlar að rétta yfir þeim þar. Það auðvitað ekki eitthvað sem er lögmætt sko. Nema eins og ég segi bara ákaflega þröngum skilningi en sko leið og þú komin inn í lögsögu svæðisins þá náttúrulega gildir sú lögsaga. Þannig að þarna eru þetta kannski fyrst og fremst þjóðréttarlegar spurningar. Ef þú brýtur af þér í landi sem bara einhver öðru landi, sem þú ert ekki ríkisborgari, þá þarf þetta bara að sæta því réttakerfi sem er þar. En nú veltir maður mitt fyrir sér. Hvað segir maður þau hafi gert eitthvað af sér? Hafi bara brotið eitthvað? Hvað brutuðu? Hvaða lög brutuðu? Þau rufu ekki þetta hafnbann þannig að það jafnvel ekki að halda því fram sko, hafnbannið náttúrulega heimilar ef við gerum ráð fyrir að vera löglegt og segjum að það hafi verið vopn þarna á annað sko, hvað er það þá sem verið að hvað er verið að gera og hvað er það sem verið að rétta yfir þeim með og þar kannski Ísrael bara svolítið búið að taka sér einhvers konar vald þarna sko. Ég sá einhvers staðar að þeir töluðu að það væri að því að það hefði verið ætlaður tilgangur að rjúfa þetta hafnbann og þau stemdu með hraðbirgð þangað þá var það þeirra mat að þetta væri lögmæt aðgerð. Akkurat og það væri það ef hafnbannið væri löglegt og snerist að stoppa vopnaflutninga. Það væri það og maður getur alveg ímynda sér sko þetta verður allt rökrétt fyrir manni þegar maður skoðar þessar reglur. Þær eru ekkert sérstaklega ólógiskar. Ef að það verið að flytja vopn, það er þarna vopnuð átök, þetta hernumi svæði og
og þetta hafnbann, það má aldrei snúast neitt annað en það að stöðva vopnaflutninga og það sem að styrkir óvinaherinn. Þau náttúrulega byggja á því að það færa palestínsku þjóðinni mat, einhvern veginn, styrki Hamas. En sko það eins og alveg mjög margir búin að komast að þeirri niðurstöðu að þetta, það að stöðva sendingar þangað á Gazasvæði snúist ekki að stöðva vopnaflutninga, heldur sé verið að svelta þjóðina. Þetta er það sem er kallað hóprefsing, collective punishment, sem er stríðsglæpur. Það má ekki, það má aldrei. Og það má aldrei þú getur aldrei stimpla heila þjóð sem óvini. En það er það sem Ísrael er búið að gera. Þannig að þetta er auðvitað kolólöglegt. En þetta virðist vera svona glæpur án afleiðinga. Akkurat. En hverjar eru afleiðingar stríðsglæpa? Við hefum svo sem séð það í gegnum söguna. Það kom alltaf eftir á. Og við hefum bara eftir að sjá það. Við hefum eftir að spyrja leikslokum og hvernig þetta fer allt saman. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli upp á framtíðin að gera að Ísrael verði látið sæta ábyrgð fyrir stríðsglæpi sem það hefur framið. En svo er annars að gleymist líka og þjóðhöfðingjar horfa svolítið framhjá. Samkvæmt alþjóða samningum þjóðamorð sem gilda með þetta sem er svona kallað hópmorð, eða ég held að það sé svona þýðingi sem notum og það hljómi kannski ekki alveg skýrt, að ríkjum ber ekki bara skylda til þess að vera ekki að stunda þjóðamorð, þeim ber skylda til þess að gera það sem í þeirra valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og stöðva það ef það er yfirvofandi eða lítur út fyrir að það sé í gangi. Þess vegna er svolítið sorglegt að sjá þjóðarleiðtoga að vísa til þess að já, það er nú engin dómstóll búinn að skera úr þetta, sem er enda náttúrulega fyrsta lagi ekki rétt. En líka, það er ekki þannig að reglurnar séu þannig að þú eigir bara býð eftir því að það sé búið að klára þetta þjóðamál og þá getur við skorið úr þá að koma í veg fyrir það. Og ástæðan fyrir því er auðvitað svo að það er búið erfitt að einhvern veginn að bæta skaðan svona eftir á þegar þetta er auðvitað bara líf fólks. Og viðbröðin sem er gert ráð fyrir, sem þjóðaréttur gerir ráð fyrir að fólk, að ríki noti til þess að bregðast við, eru fyrst og fremst viðskiptaþvinganir, diplomatísk samskipti og annað sem að er hægt að nota en við erum samt ekki að nota. Þannig að jafnvel þær beiku aðferðir, það er ekki einu sinni eins og þjóðaréttur gerir einhverja kröfu það að það verði farið í einhverjar hernaðaraðgerðir gegn þessu, heldur eru þar allar mjög, hvað ég segja, mannúðlegar og svona hvað ég segja, civil. Já, og það er svolítið svona viðskiptalegs eðlis, hvort sem að það er diplomatiskar eða... Akkurat, en það er bara það sem hefur virkað í gegnum tíðina og það eru tækin sem við höfum á þjóðarétti og það er löglegt að beita viðskiptaþvingum til þess að stoppa þjóðamorð og annað slíkt af því að viðskiptaþvinganir geta líka vera ólöglegar. En heldurðu að þegar þetta verður gert upp á einhverjum tímapunkti sem það verður, að einmitt bara íslensk stjórnvöld sem að hafa veigrað sér við því að beita viðskiptaþvingunum, það verði einhvern veginn hægt að svona pinna þau fyrir það einhvers staðar eða... Nei, það finnst mér ólíklegt það er í raunin ekki nema bara þau ríki sem að veita beinanstuðning við stríðsglæpi sem sæta ábyrgð. Það að standa hjá held ég að því miður skapa ekki mikla ábyrgð því að hver væri hún það gæti orðið eitthvað svona eins og við séum gegnum söguna, þá hafa niðurstöður og svona eftir á tilraunir til þess að rétta eitthvað svona ranglæti, þær eru oft líka pólitískar og ganga út á samninga, ganga út á greiðslu bóta, ganga út á það að ríki, bæði mitt stuðningsríki og annað, leggja eitthvað að mörkum til uppbyggingar eða svona reyna að bæta fyrir sín brot, Þannig að það er í rauninu ofsalega erfitt að segja hvernig þetta fer. Og auðvitað bara bætist ofan á alla óvissuna sem við erum að horfa upp á í heimsmyndin í dag. Það er eiginlega allt einhvern veginn.
Já, það loga Í eldar klessu. víða. Já, það er einmitt, já, það er svona, þetta er búið að vera svolítið svona, þessi hvítasunnuhelgi hefur verið svolítið þung að fylgjast Já. með alþjóðamálum. Það er alveg ljóst því, menn það loga, eins og ég segi, eldar víða. Arndís Anna Kristíndóttir Gunnarsdóttir, vertu bara velkomin sem oftast, það er alltaf gott að tala við þig og þakka þér fyrir þessa laglegu innsýn í það sem er að gerast svona á þessu svæði, Gaza-svæðinu. Og tók ég við því að það er meira hér handa við hlið. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is